Donni Sigurðsson. Donni, það er leikur á morgun. Þið ætlið að starta Akureyravökunum með að taka á móti Selfyssingum hérna á Þórshölli. Hvernig leggst þið í ykkur? Ótrúlega vel. Það er gríðarlega spenningur fyrir þessu leik og að halda áfram þessu flotta rönni sem við erum búin að vera á undanfarna leiki með Evrópuleikjunum. Búin að vera spilamennskan bara verið nokkuð góð og skora svolítið mörkum og mjög fá á okkur. Eitt núna í síðustu 4 leikjum. Þannig ég er mjög ánægður með það og bara spennandi. Þegar þið sóttuð Selfyssinga heimi fyrir umferðinni þá var múrað upp í ramman og var bara ekki nokkuð lifandi sleið að koma á boltanum í netið. Síðasti leikur hérna heima, það var hrikaleg flugeldasýning á móti FH. Hvert er uppleggi á morgun? Ertu búin að fá tertur á að kasta í 1-2? Já, hefur ekki að reyna það. Nei, ég held að verði sama upplegg hjá Selfyssingum á morgun eins og var þá. Þær hafa verið að gefa mjög fá færi á sér bara yfir höfuð í sumar. Eftir fyrsta leikinn held ég að hafa verið í deildinni, móti Val. Þá hafa bara verið mjög þéttar að spila mjög góðan varnarleik og þetta er virkilega vel skipulagt lið, sérstaklega sterkt varnarlið og en hafa hins vegar ekkert verið að skora svo svakalega mikið af mörkum. En ég vænti þess að verið hörkulegur leikur en við ætlum að vera stelpurnar að vera brjálaðar á morgun. Við mistum stig hérna á móti þeim sem við teljum að séu eitthvað dýrkeypt og það verður svo sannarlega vel tekið á Selfyssingum á morgun og það verður vel tekið á móti þeim fyrir leik. Þegar leikurinn byrjar tökum við vel á þeim og ætlum okkur að vinna þennan leik og gera það fagmannlega. Þegar að menn mæta liði eins og Selfossið, eða hvaða lið sem það er sem spilar svona þétt aftur og vill halda hreinu og ekkert að leggja of mikla áherslu og að sækja fram á við. Það þarf rosalega þolinmæði til að eiga við þannig aðstæður. Já, engin spurning. Það er alveg hárrétt hjá þér. Við þurfum klárlega þolinmæði. Við þurfum samt hins vegar að byrja leikinn af krafti og setja strax pressun á þær. Við vitum að það er að vera hræddir við okkur. Eðlilega, það er eiga að vera það. Og við munum byrja leikinn af miklum krafti og eins og við segjum á góðri íslensku að matsa baráttuna og þá munum quality taka over eins og við segjum og þannig að við þurfum að gera það. Við erum klárlega með meiri gæði okkar lið og við getum haldið boltana betur og láta hann ganga á milli manna betur heldur en það er og við þurfum bara að vera klók stelpunum þarf að segja, ég er nú ekki hluta því stelpunum þurfum að vera klókar að koma boltanum í rétt svæði inn fyrir þeirra vörn og svo fyrir og svo framvegis og rétt svæði sem við viljum og svo það bara að klára nú færin okkar. Við fengum á móti þessu liði síðast fengum við þetta í til 3-4 dauðafæri en bara við náðum ekki að klára það eða stelpunum ekki að klára það, ég hefði klárað mín færi eða hefði verið en ég held að gera það 100% á morgun. Ótrúlega flott í síðasta leik að klára færi sín. Við fengum ekkert svo svaklega mikið fleiri færi heldur en þau sem við skoruðum úr mér finnst eins og það sé komið svona flottur taktur sóknarlega og ég er mjög spenntur að sjá hvernig það er bregðast í þessu morgun. Eins og Þór Káa hefur verið að spila hérna heima þá er komnir 20 leikir röð án þess að tapa, 18 sigurleikir og 2 jafnteflisleikir, þannig að fólk sem kemur hér á völlin það bara ætlast til sigurs og ekkert annað. Já, bara eins og við, þið sem stöndum þessu næst og leikmennindi sjálfur. Við ætlumst klárlega til sigurs af okkur sjálfum. Við ætlum að vinna alla leiki alltaf og sérstaklega á heimavelli eðlilega. Okkar völlur til þess að verja og við erum ennþá greinandi yfir því að tapa bikarleik á móti Stjörnunni í sumar. En já, deildarleik töpum við aldrei. Ég hef aldrei tapað deildarleik hingað til og það er ekki að byrja á því á morgun á móti liði sem mínum mati við eigum að vinna, við tölum bara eðlilega. Og þessi tölfræði sem ég náttúrulega var að tala upp á, það verður að taka fram að þetta náttúrulega á í deildarleiki og í þessum deildarleiki minni mig að Þór Káa sé búið að skora eitthvað rúmlega 60 mörk á móti 9 á sig, þannig að ef að tölfræðin heldur áfram að þá verður þetta eitthvað 3, mörk í leik og 0,45 á sig morgun, þannig að þetta fer kannski lágmarkið 3-0 á morgun. Já, hvað veit maður, ég er alltaf ánægður bara með 1-0, það er alveg nóg fyrir mig. Við þurfum bara að vinna, skora 1 og fá ekkert á okkur og þá vinnum við en það var ekkert verra að fá aðeins fleiri mörk, klálega. Við viljum alltaf skora mörk fyrir fólkið okkar og gleðja það og okkur í leiðinni, það er svo aðeinslega gaman að skora. Þið er náttúrulega, og stelpunum náttúrulega með það að tölfræðin er ekkert að vinna leikina á morgun, heldur þær þurfa að hafa fyrir því?
En já, það er alveg horrið til þær og við vinnum ekkert leikinn bara því að við erum Íslandsmeistarar og við vinnum ekkert leikinn því að við eigum að vera betri en þær, við vinnum ekkert leikinn á neinu svoleiðis. Þær þurfa að leggja gríðarlega miklu að vinna á sig og þá munum við vinna hins vegar leikinn því að stelpurnar leggja allt á sig sem þarf og þær vita nákvæmlega hvað það er. Þá vinna þær alla leikinn sem eftir eru og morgundagurinn þar með talinn. Og geta þá satt þær að búið að vinna við unnum að því við vorum betri. Já, bara engin vafa á því, það er bara svoleiðis. Donni, í viðtali sem við tókum Söndru Maríu þá vorum við sammála það að þetta væri bara gríðarlega flott byrjun á Akureyri að hvetja bæjarbúa til að koma og fjölmenna á leikinn og stíga liðið til sigurs. Já, ég veit ekki hvað ætti að vera betra mögulega með fullri virðingu fyrir dagskránni á Akureyri sem ég er nú ekki búinn að kynna mér hins vegar. Þá get ég ekki ímyndað mér þessi betri byrjun á þessum frábæra viðburði sem það er að horfa á sameina lið sameiningaták samfélagsins í rauninni við að spila og fólk frá K.A. og fólk frá Þóra og allir geta sameinast í að styðja sitt lið á Þórsvellinum. Þannig að það er bara geggjuð stemning og geggjuð spenna og það verður bara geggjuð dagur. Og svo bara dansa fólk alveg fram á rauðin nótt þegar tónleikarnir í Gílnum verða annað kvöld, fljótlega eftir leik, þannig að þetta er bara tóm sæla. Ekki spurning, og getur þess vegna bara að starta því að byrja að dansa í stúkunni og svo farið dansandi saman bara niður eftir, það er ekki spurning. Þannig gangi vel. Þakka þér fyrir.